Ég byrjaði nú áður en að sameiningin varð sko, þá byrjaði ég á flugfélagi Íslands og var þá flugmaður á Fokker á sínum tíma, F-27 eins og þær hétu reynda þá og var byrjunin á þessu. Nú síðan náttúrulega var ég á Boeing 727 hjá flugfélaginu og síðan endaði ég á 757 hjá sameiginlegu félagi á sín tíma. Manstu eftir hasarnum í kringum sameiningunni hjá loftliðum og flugfélagi? Jú, vissulega man ég það. Þú sagt svona hvernig þú upplifði það alltaf? Já, mér fannst þetta nú svona hálf eiginlega leiðilegu tími svona að vissu leyti sko, því þetta var svona eins og að þegar að KR og Fram er slá sko, að náttúrulega allir héldu sínu fram og það er náttúrulega ekki nema gott það að segja en jú, það urðu þarna að vissu leyti nokkrar væringar sem að ég hefði nú helst vilja bara sleppa sko við að fara í gegnum. Þetta var eins og alltaf við talað að það er þetta sameiningamál í sambandi við stöður og annað slíkt sem oft á tíðum brenna á mönnum sem kannski skiljanlegt sko. Nú en í dag er þetta nú allt gróið held ég heilt í þessu öllu leyti sko. Þetta nú allt orðnir ungi menn og nýju menn og eru ráðnir til sama félags á þeim tíma. Nú en það náttúrulega gerðist nú ýmislegt sem að maður hefur upplifað og meðal annars það að við vorum staðsettir með Boeing 727 og unnum fyrir niður í Nígeríu. Og eitt af svona mörgum minnistæðum ferðum það að ég fór með Birni Guðmundsson, hann var þá flugstjóri sem nú látinn og var einn aðalmaður á skrifstofunni hjá okkur. Og Björn var ákaflega eftirminnilegu karakter og gaman að fljúga með honum. Og við lentum því einu svona að við fórum og sóttum brúðkaupsgesti fyrir þá var herforingjastjórninni lokið í Nígeríu og það var svona átt að vera svona demokratísk stjórn þarna sem var nú mátti kalla það en annars virtist ekkert virka þarna niður frá með herforingjastjórnir. Nú við vorum sendir til að sækja brúðkaupsgesti í nálægt þorp og meðal annars til Kano. Og það var ráðherra sem var að giftast og eignast 4. konuna sína. Og þetta var mjög eftirminnilegt því að þetta þegar liðið birtist sem við sóttum út í vélina þá var þetta alveg eins og maður hefði verið að sjá í gamla daga Tassan mynd með Johnny Weissmuller. Þeir komu þarna höfðingjarnir og voru í leopardaskinnum og með svona eins og gullringa og svona akkurat svona skreittir eins og maður geti ímynda sér í Tassanmynd gamalli. Og þar fyrir utan þá var einn með í svona múndering og var svo með pípahall líka. Svona mannum fannst þetta nú svona sérstaklega eftirminnilegt og þar með var einn sem var komin úr útlegð. Það var Ojukwu. Hann var þekktur þarna í stríðinu, Biafra stríðinu, þá voru nú margir íslenski flugmenn sem að flugu þá eins og muna var með þorsk og svona og hvað ég var að segja alls konar vörur sem þeir fluttu til þess að bjarga liðinu sem að í þessu stríði og endanum var sá Ojukwu var það flýja land. Þarna kom hann aftur eftir talsvert langan tíma. Það var nú ýmislegt sem hafði gerst á þeim tíma sem hann var ekki því að íslenski flugmenn hafði verið svona eins og í cowboymyndir voru festir upp á bara wanted sko. Það voru myndir af íslensku flugstjórum sem áttu bara helst að nást í það á lifandi eða dauða sko. Vegna þess að þeir tóku þátt í þessu. Nú en þetta virtist nú allt gleymt þegar við vorum að fljúga þarna í brúðkaupið með fyrir ráðherrann og þá var þessi Ojukwu sem mér fannst nú bera af sér ákaflega góðan þokka og var nú ekki svona í neinni múnderingu eða öðru slíku heldur, svona bara klæddur eins og venjulegur vestrænn maður og það var ákaflega gaman að spjalla við hann. Nú, það eru svo sem fleiri með Birni, við Björn fórum eins og urðum þessa heiðursaðnjótandi að fá að flytja hans heilaleika
Jóhannesar Páfa og sóttum hann, við flugum þá fyrst til Billund, þar sem við gistum nóttina og flugum síðan áfram upp til Tromsø. Þaðan flugum við síðan með Páfan heim og það var ákaflega gaman að taka þátt í þessu. Það var þannig að vélinni var skipt niður í með svona tjöldum og hans heilaleiki var alveg útaf fyrir sig. Svo voru fjölmargir kardinálar sem voru fyrir aftan og hann kallaði svo einn og einn af þeim til sín og fekk þeir fengu sem sagt áheyrn hjá honum. Þetta var mjög, þó að þetta væri nú ekki löng leið svo sem frá Noregi og heim til Íslands, þá var þetta mjög eftirminnalegt og meðal annars fengum við að setjast við hliðin á honum og ég á mynd af okkur saman, mér og Páfanum og síðar seinna meir þegar ég fór og eignaðist svona aðstöðunar á Spáni, þar sem ég oft á tíðum, þá hengdi ég þessa mynd upp þar og þegar innlendir að þarlendir Spánverjar hafa komið þarna inn, þá bara horfa þeir á þetta með mikill andakt og liggur við bara að þegar þeir sjá að hann lagði hendin yfir mína, þá vil ég helst endilega taka hendur á mig til þess að það ýmislegt sem að hefur skemmtilegt skér. Ég ætla að fá að spyrja þig aðeins bara nokkra spurningar að sjá. Manst þú eða finnst þér FÍA hafa svona einhvern veginn stuðlað að bættu öryggi í fluginu? Já, það engin vafi, það hefur náttúrulega verið reynt að hafa bæði í þessar ráðstefnur sem hafa verið á vegum flugmálastjórnar og það hefur verið, ekki ætla ég að segja annað en að það hefur verið reynt að þetta, en það náttúrulega hjartans mál hjá þessum mönnum sem að vinna við þetta að hafa öryggi sem mest. En hvað með svona hvíldartíma og frídag, hefur þetta batnað með árunum? Já, það hefur batnað líka að vissu leyti sem mér finnst og sérstaklega hefur þetta nú verið eftir að þetta Evrópusamband og fleira kom og fleira kemur inn í þetta, að þá hefur verið þetta hefur verið strangara og tekið harðara á þessu, þá sérstaklega bara hjá flugmálayfirvöldum og slíku að það eru stór viðurlög ef að menn að brjóta þessar reglur í dag, sem kannski var ekki og það var kannski áður fyrr þegar að flugið var kannski á fyrstu, eins og maður segir, þegar þetta var ekki orðið svona þróa þá var kannski hægt að fá menn til að fljúga kannski auka ferð ef það var eins og maður segir bráðlág á en í dag væri það út úr myndinni að gera slíkt En þegar lítur svona tilbaka finnst þér þá eins og öryggi hafi jafnvel verið ábótavant þarna í árdaga þegar vantaði þá kannski tæki og meiri hvíld Já, það náttúrulega þetta hefur öllu fleygt fram alveg eins og náttúrulega allri annari tækni og þessi geipilega þróun sem eru orðið á hvað við segja flugleiðsögu tækjum og öllu þessu, þetta hefur náttúrulega ekki síst komið fluginu til góða. Það erum við alveg klárir á og það til dæmis manni þótti nú ógulega mikil framferð þegar við vorum að fljúga Cat2 og vorum að fara niður í 100 fet og þá tókum við yfir sjálfur. Núna þetta allt saman orðið automatist, þannig að það munar miklu hvort að menn eru að grípa yfir á síðustu sekúndunum eins og maður segir, það stutt í jörðina og þá þurfa þeir nákvæmlega að vera búin að gera sig grein fyrir hvernig þetta snýr við og hvort að þetta maður réttur fyrir og annars slíkt en í dag þá þetta mikið pressa mönnum aflétt að fylgjast bara með tækjónum Já, þannig að flugvélin bara lendir hún lendir sjálf, algjörlega já þannig að og í raun og veru geta flugvélarnir í dag lent í alveg nilskyggni það er sérst ekki neitt það mesta vandamálið að komast út af brautunum